Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla rasisma. Hérna kominn Snorri Sturluson, kvikmyndagerðarmaður. Blessaður. Þú nú skrifað þetta reglulega? Já. Hérna, ég upplýði það svolítið svona helgina að mörgu fannst eins og að fundurinn á Austurvelli hefði verið svona skrifið lengra heldur en við séð áður. Fannstu, og ég sá að þú varst nú að vara fólk við að mæta þarna. Já, ég að því að fólk getur verið í hættu. Já. Ég var ekki viðstaddur en að fund, ég hefði nú farið ef ég var bara annt við látin, en að vara við, ég átti nú kannski ekki vonaði að yrði beinlínis ofbeldið þarna, en við erum svona ádóldið, ég vildi bara vekja athygli á því hvaða hugmyndir verið að svona bera á borð og hvert við erum á leiðinni. Við erum svona á stað núna sem að ég held að engan hefði grunað segi nú ekki engan, en fáa hefði grunað að við myndum vera hér fyrir ekkert svo löngu síðan, að hér sé orðið við skulum bara kalla það útlendingavandamál eða innflytjandavandamál, og þetta höfum við náttúrulega séð í nágrannalöndunum, hvort sem það Bretland eða Þýskaland eða hinn Norðurlöndin í áratugum saman að koma stórir hópar innflytjenda frá öðrum menningarsvæðum og oft og sérstaklega frá öðrum menningarsvæðum þar sem fólk er öðrist á litinn og með annan húðlit og það verða vandamál, og þetta er náttúrulega bara ekkert nýtt í sögunni og við erum að upplifa þetta núna og það er mikið búið að flagga þessu orði rasismi og þú veist, hvað er það og er ég það, og ef að þú segir þetta þá er það að segja ég sé það og svo framvegis, og fólk skiptir sér í fylkingar, og þess vegna held ég að sé mögulega kannski ágætt að tala þetta sem útlendingavandamál, af því að það að stimpla einhvern hóp eða einhverjar hugmyndir eða einhverja einstaklinga sem er rasista er náttúrulega opastlegt högg, og það setur fólk náttúrulega bara í, þú veist, sikkur megin við víglínur, og þetta er mjög vandmeðfarið, en staðreyndin er sú, held ég, að við öllumst upp í hugmyndaheimi, hinum vestræna hugmyndaheimi, þar sem er búið að framleiða þessar hugmyndir um yfirburða kynþáttinn og svartamanninn og dökkafólkið sem verra fólk og hættulegt og óttinn við svartamanninn, vergefið og hæfileika minna og ég veit ekki hvað og hættulegt sérstaklega, ómennskara, og það að halda því fram að við séum ekki haldin kynþáttahatri eða kynþáttaótta, það er einfaldlega að stinga hausnum í sandinn, menn það er bara staðreynd. Við bara vorum það getur enginn hafa alist upp á okkar tímum í okkar heimsluta án þess að bera með sér innan úr sinni menningu eitthvað svona ótta og aðgreiningu gagnvart öðru fólki. Það er útilokað, og það er raunverulega, þetta er ekkert bara einhverjar spekulasjónir hjá mér, það er bara búið að sýna fram á þetta, það er bara fræðimenn búin að rannsaka þetta, og þetta er bara vel svona, þú veist, dokumenterað, að þetta er bara staðan, og svo lítur maður inn á við og svo lítur fólk í speilin og segir ég er ekki rasisti, og það getur alveg verið rétt að þú ert ekki meðvitað að reyna að skaða fólk af öðrum litarhætti, en hins vegar að þá er eitthvað djúpt inn í fólki það sem er búið að segja að þú veist, það er þú veist, þetta fólk kemur yfir landamæri eða milli heimshluta og kemur að vera að reyna að ná í eitthvað sem að ég á, vegna þess að þau eiga svo lítið og þau eru bara þess vegna eru þau bara hættuleg.
þetta það er bara búið að ala þetta upp í okkur og þegar að þú veist við sjáum svona hluti eða þú veist eins og bara eins og það sem að gerast núna þegar þetta verður svona hvað maður að segja það síður eitthvað upp úr og það eru tiltekin atvik hérna sem hafa gerst á landinu undanfarið ár eða 2 og veist sem að tengjast hérna mestmegnis arabískum innflytjendum en líka einhverjum hérna sem eru svartir á hörund við erum að tala hérna leigubílstjórana og einhver nauðgunarmál, einhver ofbeldismál strákin hérna sem stakk af úr fangelsinu Gabriel heitir hann það ekki, nei ég maður það ekki og þú veist og hafarið sem varð eftir Núna hafa verið fréttir einhverja strákaklíku sem að einhverjir eru hérna af erlendu bergi í Breiðholtsskóla það hefur verið í fréttunum svona bara nýlega Akkurat, já, undanfærin vetur núna í vetur halda hverfin í hershöndum Akkurat, sko og við þurfum aðeins að þú veist, málið það sko að já, þetta eru raunverulegir hlutir sem eru að gerast og hérna og allt það sko, en svo auðvitað förum við í það er auðvitað að búa til og það er fólk sem er kyndur undir þessum eldum að búa til einhvers konar staðalímyndir það að svona séu mjög margir og jafnvel flestir úr þessum hópum og það er náttúrulega hættan skilur og þess vegna erum við núna að sjá það að þúsundir manna eru hundruðir af þúsundir, ég veit ekki hversu mikið af fólki var á þessum fundi, kannski ekki þúsundir en veistu það? Ég labbaði og horfði á þetta svona skakt svona frá horninu í Kirkjustræti. Ég myndi telja, því að ég hef oft verið á svona fundum en þeir hafa yfirleitt verið svona annar staðar þannig að það er ekki alveg sama mati sem ég myndi gíska á svona 1250. Já, ok. Og þá vitum við það að 1250 sem mæta og vitum við það að það eru fleiri sem eru, þú veist, sem eru þarna líka. En sko þannig að þannig komin upp einhver staða sem að bara þannig að það svona dálítið verið að draga línu sandinn sko það að hérna hér við að verja okkar fyrir einhverjum öðrum þannig við og hinir. Við viljum ekki þessa samfélagsþróun sem hefur verið þarna sem lituð af því að hér fjölgar fólki á erlendu bergi og sérstaklega þau sem við samsumum okkur ekki við sem þú annarkoð þess að fólk frá hérna Miðausturlöndum og Norður Afríku múslimar og svo næsta líklega fólk sunnan Sahara og sko ég held að sko þú veist það ekki sko það er ekki eins og við erum búin að vera náttúrulega hérna með við erum náttúrulega búin að koma hérna gríðarlegt magna fólki frá Póllandi og Úkraínu Úkraínu náttúrulega mjög nýlega það er ekki heyrst að það hafi verið teljandi vandræði út af því. Það er ekki heyrst að það hafi verið teljandi vandræði í kringum Pólverjana. Það hefur ekki heyrst að það hefur aðeins heyrst að það hafi verið vandræði í kringum hérna, það hafi verið hérna glæpahópar frá Eystrasaltslöndunum. Ég veit svo sem ekkert það, en það verður ekki það verður ekki þessi stigmögnun einhvers svona múksefjunar í kringum það þegar við erum að tala hvítt fólk. Það virðist bara vera þannig. Og ég held að það sé bara það er þessi innbyggði ótti sem að er búið að ala okkur upp á. Þetta innbyggða kynþáttahatur í raun og veru sko. Þannig við getum sagt að það er til eitthvað sem var kallað íslenska mafían held ég hérna fyrir svona 20-25 árum. Að þá er það svona eðlilegt fyrir okkur að segja að það er misjafn sauður í mörgu fé en þegar kemur að einhverjum misildismönnum sem eru frá Miðausturlöndum að þá segjum við að þetta við eigum bara ekki hleypið svo fólk inn það er allt En nú sko Má ég aðeins byrja því þú sagði þér sko að því að það hefur verið svona umræðu þetta að ef við notum orðið rasisti þá getum við svona magnað upp vandamálið af því að það er svo þrungið og erfitt orð og þá segir ef við ekki að tala hérna útlendingavanda þá geti maður séð fyrir sér hérna innflytjenda hér sem að segir nei, Snorri sko við erum ekki vandinn það eru sko þið sem að hvernig þið takið á mót okkur þar liggur vandamálið liggur ekki í okkur Já, ég tek alveg undir það
Að hluta til. Þetta auðvitað, ég meina, þegar tveir deila og allt það, en hérna, og það var einmitt það sem mig langaði til þess að koma þess inn á næst, sko, því að, sko, það er flókið að taka á móti fólki frá öðrum löndum og öðrum menningarheimum. Auðvitað er það flókið og sést tala nú þegar það virðist koma, þú veist, ef það kemur holskefla af fólki, auðvitað er þetta ekki einfalt mál og ég vísa aftur til þess að við höfum verið að horfa á þetta gerast í kringum okkur mjög, mjög lengi og það er ekkert langt síðan að á Íslandi voru bara nánast allir hvítir og kristnir. Það er bara allavega orðinu til kristnir þar að segja. Það er bara, þú veist, í okkar líftíma skilur var það bara þannig, sko. Það er bara örfáður áratugir síðan, sko. Og hérna, þannig að breytingar það eru fólk sem er yngri en við sem að upplifið að vera eina svarta fólki í Reykjavík. Já, algjörlega. Og svo voru kannski 2 og þau hafa sagt manni frá því að þegar þau hittust að það hafi verið svo undarlegt og raunverulega ekki vilja hittast. Nei. Af því að þú veist, þessu gangir með einhverja sekt með þér að það sé eiginlega verra að hitta annan sem er. Já. Það hjálpaðir ekki að verða hvít eða hvítur. Nei. Að tengjast öðrum sem er svartur. Akkurat. Þetta er fólk sem er yngri en við, sko. Já. Þetta er svona eins og að hitta Íslendinga á Strikinu, sko. Það forðast það. Nei, en hérna, sko, og öll þau svona, allir þeir árekstrar og vandamál sem að við höfum séð í kringum okkur á Norrlöndunum og í Norður-Evrópu, við höfum ekkert sérstaklega lagt okkur eftir í að læra af þeim, sko. Við erum ekkert undirbúin, við erum ekkert búin að búa okkur undir þetta. Kannski er þetta að segja að það sé aldrei hægt að búa sig undir svona, ég veit svo sem ekkert það, en það þýðir ekkert að stinga hausnum í stein og stinga hausnum í sandinn, meina ég, og ætla að svona láta þetta bara reddast eins og við gerum nú. En nú hefur maður heyrt félagsfræðinga og afbrotafræðinga sem þess að svo að umræðan vandamál segjum múslima í Frakklandi eða innflytjendur í þessar glæpaklíkur sem er í Svíþjóð eru nú einhvers staðar af svona gömlu Balkanlöndunum, einhverju hluta. Að þegar það er skoðað sko glæpatíðni og árekstrar við samfélagið, að þá er það tengt stöðu í samfélaginu, fátækt og jaðarsetningu og skiptir engu máli sko hver kynþátturinn er. Nei. Það bara vill svo til að þessu löndum að þá hefur sko þeir sem eru neðst verið skipt út og þeir eru af til dæmis í Frakklandi eru frá Miðausturlöndum og Norður Afríku, frá Marokkó og Alsír og það er ástæðan og það er við getum parið að því að þú bjóst nú í New York eða ekki? Jú. Og þar getur við bara séð sögu borgarinnar að hverjir eru í þessu hlutverki, einu sem voru Ítalarnir. Já, Íratnir og þá voru þeir kallaðir að þeir voru með fitu í hárinu og voru fyrirlitnir og litu svo á að allir væru óheiðarlegir og þeir voru allir með tengsl á mafíuna, var ekki hægt að stóla á þá. Ég heldur að ekki verið ráðnir í lögguna, þá voru Íratnir ráðnir í lögguna til þess að hafa heimil á hinum og svo eru það bara hlaðist ofan á sig og verið alltaf nýr hópur sem er þarna. Skiptir engu máli hvaðan þetta fólk kemur. Nei. Það er algjörlega og það er bara því þú minnist á New York, þú veist, það er náttúrulega bara eins og þú veist öll leigubílastéttin í New York eru innflytjendur. Þetta er fyrsta starf allra, eða sem sagt ekki allra, en leigubílstjórar eru innflytjendur og þetta er fyrsta starfið þeirra. Og það er svoleiðis víða í heiminum. Það er til harkhagkerfinu. Já, fólk kemur inn í nýtt land og það þarf að bjarga sér og það er alveg hárrétt hjá þér að glæpatíðinni tengist sem sagt félagslegri stöðu fólks bara algjörlega lóðbeint að fátækt fólk er líklegt til þess að fremja glæpi. Já, þeir sem eru jaðarsettir, ef þú upplifir það ég hef ekki inngöngu inn í samfélagið og þá ég vil fá útrás fyrir aðtalnum sem er minn og vilja til þess að búa mér og mínum til skárra umhverfi og ég bara kemst ekki inn í samfélagið þá verður líklega til eitthvað svona hagkerfi til hliðar. Já. Expenning og það til dæmis í COVID þá jókst glæpatíðni í New York borg gríðarlega mikið og þá var ákveðin hverfi í borginni sem voru svona undirlögð dálítið af glæpum á þessum tíma og talaðu að þá nú er bara
bara ákveðin hætta að vera að þvælast á sömu stöðum í borginni og menn svo þetta væri bara dálítið eins og að fara aftur til 8. áratugurins og ég var að tala um þetta við eitthvað og viðkomandi segir og var svona vonsvikinn sko, akkur lætur fólk svona, akkur fólk, þú veist, grípur til þú veist, eitthvað svona bara, veist, þetta er ekkert eitthvað að því að fólk vill gera þetta fólk er bara búið að missa vinnuna, það er bara að reyna að halda sér á lífi þetta er, veist, við erum að tala um samfélag þar sem er ekkert öryggisnet og það er bara þannig, veist, þegar að Burger King lokar þá bara missur vinnuna og hverju vinna á Burger King það eru einmitt jaðarsettir og innflytjendur og fólk sem hefur mjög lítið milli handana og þetta bara hefur bara beinar afleiðingar alveg 1, 2 og 3 sko. Þetta er ekkert að því að en þú veist, fólk sem er svona eins og ég og þú og mentafólk eða fólk sem vinnur fyrir hið opinbera eða hjá fjármálafyrirtækjum eða ég veit ekki hvað og hvað Það getur farið heim til mamma og pappa borða eða fengið inni á eitthvað strannastað og félagslega net, jáfnvel sjóði með einhverja. Já, og var ég ekkert endilega að missa vinnuna heldur og það var til dæmis það stórfjölgaði nemendum í alþjóðlegu skólunum á Íslandi á þessum tíma, menn að þessar Íslendingar sem bjuggu í borgum í Bandaríkjunum og víðar komu til Íslands að því að tímabundið með börnin sín, þannig að það var bara, það gat gert það og ég á mjög mikið af vinum sem að fóru bara í húsið upp í sveit og svo framvegis, en það er nú út úr svona þannig lagað, en það sem að kannski það sem að skiptir, að því að þú talaður um það sem þetta fólk á ekki leið inn í samfélagið og jaðarsett fólk sem er nýkominn til landsins og allt þetta og kemur frá þeim stöðum í heiminum sem eru ekki svona samþyktir félagslega frá Arabalöndunum, Miðausturlöndum, frá Afríku og víðar að sko inngilding er svo ofboðslega mikilvæg að fá að vera partur af og þú upplifir að þú sést ekki partur af þá verður til ofsalega gjá og þegar að því að eins og segir, þú veist, með sko útlendingavandamál eða innflytjendavandamál þetta ekki miklu frekar vandamál hjá þeim sem fyrir eru að taka ekki á móti þetta auðvitað eitthvað blanda af öllu skilurðu en ég held að það sé hlutur sem að við hugsum ekki mikið veist, hvernig tökum við á móti fólki sem að flytja til landsins það hefur ég á vini sem að hafa og ég þekki fólk sem að hefur búið hér mjög lengi allstaðar frá, veist, bara frá Danmörku og Bandaríkjunum og Rússlandi og hér og þar sko og það segir allt sömu sögu það er mjög erfitt að komast inn í Íslands samfélag þar erum við ekki að tala um fólk sem er af öðrum kynþætti eða öðrum trúar annarri trú eða eitthvað slíkt sko. Nú þessi hreimur í röddinni þinni Já, það er bara, þú veist, þú talar ekki íslensku þú ert ekki hérðan, þú veist ég er með varan á, þú veist, við erum náttúrulega einangraðir eigaskeggjar sem er búin að, þú veist, að koma enginn ég fór hérðan í 1000 ár og allt það Það er ekki í kultúrnum okkar að bjóða fólk velkomið eða sætta sig við að fólk tala ekki fullkomin íslensku Já, ekki spurning en þetta skilur gengur miklu lengri en það þetta er náttúrulega alþjóðlegt vandamál þetta með, þú veist, með kynþáttamismunum sko og þetta finnur við náttúrulega, þú veist, í Frakklandi eða Bandaríkjunum eða Englandi eða Danmörku eða hvar sem er svona þannig lagað mjög víða en það að taka á móti fólki, nú erum við með óbúslega fjölda af fólki sem vinnur í þjónustustörfum á Íslandi sem talar ekki íslensku, talar lélega íslensku, er rétt byrjað að læra íslensku, talar miklu hreim, biður mann að skipta yfir á ensku og ég geri það til dæmis og ég finn fyrir því að það hefur áhrif, ég ávarpa fólk í afgreiðslustörfum alltaf á íslensku með bros á vör og eða biður mig og fólk byrjar yfirlt að því að svara af einhverjum mætti á íslensku biður svo oft kurteislega að skipta sig yfir í ensku og ég geri það góðfúslega ég finna bara að þessu fólki líður vel þetta er inngilding að vera að mæta fólki á jafningagrundvelli og
taka bara vel á móti því. Já. Þetta er mjög einfalt og dæmi sem er svona bara á yfirborðinu. En þú voru skiptir ekki samt máli. að tala við innflytjendur sem að tala kannski veika íslensku, að þau segja manni að það sé alveg með ólíkjöndum hversu margir vilja láta þau finna fyrir því. Ég veit það. Og það er andstæðan við þetta sem ég var að lýsa. Þannig að þú ferði gennum daginn og þú hittir 15 Íslendinga og 14 af þeim látaði ykkur neginn. Veit af því að þetta sé ekki gott hjá þér. Algjörlega. Og það skilur þig eftir með mjög vonda tilfinningu fyrir þeim stað sem þú býrð á. Þér finnst ekki að þú sést velkomin og það sé litið niður á þig. Það sé ætlast til einhvers af þér sem að þú ert ekki færum. Og þetta er náttúrulega engin leið til þess að taka móti fólki. Þetta er engin leið til þess að búa í sátt og samlyndi. Nei. Ég man að ég held að séu svona 10 ár síðan ég talaði við pólska konu og hún sagði mér það að hún hefði verið að hugsa að skipta nafn og taka upp íslenskt nafn bara til þess að geta fengið húsnæði. Af því að hún taldi upp, ég man ekki hvort hún hefði sagt að 70 sinnum sent umsókn húsnæði, aldrei verið svarað. Og hún var sannfærður það að ástæðan verið svo að sá sem að vera að leigja út, hann horfði bara íslensku nöfnin. Hún finnst það bara ofriski að fara að leigja einhverjum útlending. Það er vel þekkt sko. Það var fólk sem að ég á vin sem að er hálfur Íslendingur og hálfur Frakki og hann breytti nafninu sínu eitthvað tímann á 30-aldri held ég. Bara íslenskaði það. Já. Og það er gert... Og hann fann mikinn mun á viðmóti allstaðar sem þetta sækja þjónustu, hjá hann opinbera og það er vel að viðmóti sem þú ert að fá áður og þú hittir viðkomandi. Þetta er bara... Og það leiðir okkur beintin í það sem er mikilvægasta orðið í allri þessari umræðu, sem eru fordómar. Þú ert búin að dæma viðkomandi á þess að vita neitt um það. Þú dæmir hann út frá því að heita einhver ákveðnu nafni, þá leiður líkum að því að viðkomandi sé að þetta hljómar nú eins og múslimi eða þetta hljómar eins og eitthvað. Þú dæmir eftir húðlit, þú dæmir eftir trú og sem sagt uppruna almennt. Og þegar að þetta er gert, að dæma fólk svona, og það er það sem að þegar við erum að tala munin á því að vera sem sagt, hvar er línan, þú veist, þegar við getum kallað eitthvað hegðun rasíska. Það er, held ég, þegar að svona fordómar til ills eru látnir ráðaferðinni. Það er bara búið að ákveða það að þú sést svona og þess vegna ætlum við að halda þér í burtu. Við ætlum að forðast samneyti við þig, við ætlum ekki að hleypa þig nálægt konunum okkar, börnunum okkar, störfunum okkar, peningunum okkar, húsnæðinu okkar, hverfinu okkar og þess vegna verður til þessi aðskilnaður, þetta er við öfuga við inngildingu, þess vegna verða til hverfi þar sem fólk býr sem er frá einum heimsluta eða menningarluta. Eins og við þekkjum í sögunni það sem að flytja innflytjendur og þá flytja hinir burt. Já. Því að þeir vilja ekki tilheyra þessu samfélagi. Já, er þetta ekki búið að gerast eitthvað leiti í Breiðholtinu? Í Efra Breiðholti, ég myndi halda það. Var þetta svona fordóma því ég var stund í Frakklandi og þetta er eitt af því sem maður fer áhuga á þegar maður er í Frakklandi að horfa á það hvernig svo þjóð eða svo heild var til og hvernig hún hætti einhvern veginn að taka innflytjendur inn sem hún hætti, það var allt öðru sem hvernig Frakkar tóku á móti fólki frá Norður-Afríku og Afríku, heldur þau höfðu áður gert við Pólverja og Ítali og alla þessa pott sem að franska þjóðin er mörguleyti soðin upp úr. Það er vegna þess að það er aðgreiningu milli trúar og ríkistarra, þá er ekki fært til bókar í Hagstofunni hverja trúar þú ert, það er bannað. Þess vegna eru rannsóknir á stöðu múslima svolítið erfið þarna. Já. En þær hafa verið samt verið gerðar og ég með eftir einni sem ég las og þá var til dæmis könnunin hverjir eru atvinnulausir 2 árum eftir BA-próf. Og þá var það sagt, þeir sem ekki tilheyra er ekki múslimar, það var innan við 2%, en 28% hjá múslim. Sem er líklega það sem við vorum að tala um núna, ef þú ert bara með nafn sem ef þú heitir Muhammad, þá færðu ekki vinnu og þú færðu ekki svona tækifæri á að sýna þig. Já. Og svona var þetta og þá eiginlega rann upp fyrir manni að þegar maður hefur lesið stöðu svartra í Bandaríkjunum og hlutfall í fangelsum og annað, að þá er staða múslima í Frakklandi raunverulega verri. En það er bara
minna það rætt, kannski þegar þú kemur náttúrulega frá Bandaríkjunum sem að svona ákveðin kúltúr í að geta rætt rasisma sem að sömuleyti ekki í Evrópu og það var bara einhver höfnun á því að sé og við ræðum þetta ekki. Það ekki, ég veit ekki hvernig Frakkar myndu bregðast við ef ég myndi segja að Frakkland væri sko krónískt rasist samfélag. Ég held að þeir eru ekki þeir eru ekki ánægð með það og langflestir myndu andmæla því eiginlega án hugsunar. Já, það enginn til í að vera kallaður rasisti, mjög fáir þeir eru til, en það eru mjög fáir og þess vegna það þetta með sko að þegar að fólk setur sér bak við einhvers konar hreyfingu eins og þetta sem við sáum helgina það vill enginn bekina það að það sé rasisti en sko það sem við þurfum að horfa á það, það sem þið eru að segja, það sem er verið að segja hérna, hvaða afleiðingar hefur það á samfélagi heilt, hvaða afleiðingar hefur það annars vegar á fólkið sem er verið að tala sem að í þessu tilfelli, þannig verið að tala flóttafólk frá stríðsjánulöndum, það verið að tala um fólk frá Miðausturlöndum, fyrst og fremst. Það verið að tala um útlendinga almennt, en það fyrst og fremst verið að tala um þetta fólk. Það ekki verið að tala um Pólverjana eða hvíta fólki í Úkraínu, fólki til dæmis, flóttafólki frá Úkraínu. Það ekki verið að tala um það. Og það er svona stigveldi í þessu. Það ekki gott að vera efstur í þessum lista. Nei. Og það gerðist held ég með Mið-Austurlönd 2001, 9/11. Já. Og ég man það var kona sem var frá Kongo í París sem sagði það að það hefði breyst svo mikið í borginni að vera frá Kongo eða Afríku sunnan Sahara eftir þetta. Allt í einu voru við ekki neðst. Já, allt í einu komið nýr Mið-Austurlönd aðalófinur. En þetta með áhrifin sem að svona orðræða hefur eins og talandi um það hvar þegar að þú setur þig bak við orðræðu þar sem verið að búa til svona gjá, við og hinir þá manifestast það, þá verður það til. Þeir sem að hugsa málið ekki dýpra og fara bara í varnarstöðu og sé bara, já, er þetta rétt hjá þeim? Ætla sér rétt hjá þeim ætla sér rétt hjá þeim að gyðingarnir eða múslimarnir eða svörtumennir eða arabarnir eða hver sem séu að fara að taka störfin mín, séu að fara að eyðileggja menninguna mína. Svo þetta hansi og þegar að sú orðræði komin í gang og nógu mikið að fólki kaupir inn í hana, þá erum við komin að þann stað að það verður til einhvers konar svona bylgja af í raun og veru rasisma, þó að þetta fólk myndi aldrei skrifa undir það og berst gegn því með kjafti og klóm að vera kallað rasistar. Það hefur nú verið sagt oftar en einu sinni að ef þú þarft að segja ég ekki rasisti en þá mjög líklegt á sérsta. En ertu að tala um það að það fólk í samfélaginu sem lifir í því og háði eins og allir sem búi í samfélagi að geta búið við eitthvað öryggi, að óttast ekki nágranna sína og vera tekið eins og mannesku að vera ekki afmennskaður með því að vera ætlað eitthvað sem að kemur þér raunverulega ekkert við. Að þegar þessi umræða fer í gang, þá fólk sem að þú þekkir, sem að býr í óöruggari heim og eftir. Við getum tekið bara sem dæmi, segjum að nú eru konur óöruggari í almannarýminu heldur en við karlarnir. Og það geta sagt okkur frá því að fótatak í bílakjallara veldur því ugg og ég meina mörg dæmi að halda lyklakippuna til þess að geta slegið frá sér annars slíkt af því að það ógn í samfélaginu. Já, algjörlega. Og við sem samfélag verðum náttúrulega að bregðast við því og ég minnst við gera allt og lítið að því hvert konum að tryggja þeim öryggi í almannarýminu og líta á þetta sem samfélagslega vandamál sem að stjórnvöld verða að bregðast við. En það sama gerist þegar svona umræða fer í gang. Þá stórir hópar í okkar samfélagi sem allt í einu
búa við meira óryggi heldur en í gær. Við byggum ekki við mikið, byggum ekki við sama öryggi og við, hvítukallanir. Nei. En þegar þetta komið í gang, þá allt í einu, sko, þá allt í einu hætta eiginlega, allir sem hittir, geta verið ógn. Algjörlega. Og það hins hliðin á þessu pening. Þessi orðræða hefur þessi áhrif á sem sagt, þá sem fyrir eru, hvíta fólki í þessu tilfelli, að það magnast upp einhvers konar ótti. Og hinum megin við línuna magnast upp óöryggi og reiði. Og sem sagt fyrir því að sé verið að setja þessar álögur á mig. Sök og skömm. Já, af engum sökum. Og svo það svo miklu meira en það, þú talar öryggi, skilur, hættu og annað, skilur, en þetta auðvitað svo margt annað, skilur. Þetta er, fólk sem er verið að ýta út á jaðarinn, það raunverulega það sem er verið að gera, það er verið að ýta fólki frá norminu og yfir á einhvern jaðar og á þeim forsendum að það sé öðruvísi og eigi ekki heima inn í norminu og þá verður þetta til, skiluru, vítarhingur af, skiluru, þarna er fólk sem að upplifa það að það eigi ekki jafn mikil tækifæri. Það manifestast að það eigi ekki jafn mikil tækifæri í því eins og þú varst að lýsa með konur sem að sóttu 70 íbúðir og var með erlent nafn og hugsa að skipta nafn og svo framvegis. Og það þarf að sætta sig við minna, þetta hefur áhrif á draumana þeirra, þetta hefur áhrif á metnaðin þeirra og það verður til svona vítarhingur af fátækt og undir okun sem er erfitt að brjóðast út úr. Og svo líka þessi svona linnulausa áreiti þar sem þú ert myndur á það. Já. Að þú sért ekki hluti, þú ert ekki fullgildur. Algjörlega. Alls ekki. Það er málið. Inngilding, hún er svo mikilvæg. En einhver leiti, það sem við erum að tala um er eiginlega hægt að sjá í bara sögu samfélagina. Já. Það er ekkert í þessu nýtt. Já, en við vorum kannski erum að koma út úr tímabili þar sem að var svona ákveðin svona vitund það að við verðum eiginlega að passa þetta. Þannig að það er talað að megi, það er skilgreint að hatursorðræða. Hún sé raunverulega glæpur. Já. En núna erum við komin á tímabili þar sem að það eru fleiri sem að segja að það er eiginlega bara fráleitt að vera með þær hugmyndur að það sé hægt að skilgreina það sem glæp, að grafa svona undan óryggi stóra hópa. Heldur verður við að venda tjáningafrelsið og mikið í kringum fund á Austurvelli sagt að ég meina sjálfsagt að fólk fái að tjá sig og við böðum fórspörkunum hingað að rauðaborðinu og þeir tjá sig þar. Já, tjáningafrelsið er algjört, það er heilagt og ég styð það fullum fetum og þegar að fólk talar það eins og var ekki nafni minn Másson að kvart undan því að það væri verið að vega að tjáningafrelsinu að því að ykkur andmælt honum og þetta er nákvæmlega sama þetta er nákvæmlega sömu hugmyndir og sama orðræða og við höfum verið að sjá í Bandaríkjunum frá öfgahægrinu þar að þegar að er dregið fram í dagsljósið þegar verið að benda því á sem sagt þegar það er að gaggrina skoðanir þeirra, þá slökkvað alltaf upp á nesjur og tala tjáningafrelsið. Hvað má ég ekki segja? Þetta er ritskoðun, ég má ekki segja hvað sem er. En samt áskilað þessi rétt til þess að segja það ef að þú ert að mæla með að við tökum alvarlega á hatursorðræðu að þú sért að eyðileggja samfélagið. Að þú ert vóg og þú ert að grafa undan samfélaginu og eyðileggja það. Þegar þú svarar tilbaka og segir að þeirra orðræða sé eyðileggja samfélagið, að þá hrópa þeir ritskoðun. Já, ég veit það. Það er mörg fórnarlömbin í þessu. Já, mjög mikið. Og þetta og talandi fórnarlömba, þá er þetta svona ótti það að ég held að það sé, ég tengi þetta við það að það er ótti við það að það verið tekið frá mér það sem ég hef. Að það komi einhver annar sem er öðru sem ég, sem er vondur og taki af mér það sem ég á. Það er grundvallar óttin þetta. Þessi ótti er að setja sjálfan sig í fórnarlambshlutverk. Og sko þessi hugmynd að vera fórnarlamb er sko, hún er dálítið erfið vegna þess að það er rosalega erfitt að fá manneskju sem er á þessum stað til þess að átta sig á því að hún er að setja sig í fórnarlambshlutverk. Af því að hún lítur á sig sem hinn sterka í þessu samhengi. Hún heyrir ekki svona
vælinn í sjálfum sér. Nei. Og þetta er raunverulega sko eins og þessi orðræða sem er í gangi í varðandi þessa hluti, þetta er í raun og veru ofsalegt væl. Þetta er ofsalegt væl, þú veist, þið vonda liðið þarna úti sem er að koma og eyðileggja allt fyrir mér. Þetta er algjör aumingjaskapur. Ok, þá ætla ég að pröfa þess að mér fannst ég heyra, ég vann ekki á hvort það var orðað með þessum hætti, en ég var að reyna að skilja svona hugsunna bak við það. Hún getur verið svona, þú ert búin að draga upp að þegar eru fólksflutningar, að þá munu því fylgja erfiðleikar. Og það reynir mikið á samfélagið, reynir mikið á þá sem að koma inn í það og það er bara þekkt í sögunni að þarna verða alls konar vandi, það að ef þú ert í einangraður í lægstu lögum samfélagsins og það áttu við Finna í Svíþjóð á sínum tíma, við tökum bara svona nálægt og ég vissum að við gætum grafið upp í Mánudagsblaðinu og Mogganum svona í kringu 1950 ákveðin svona fordóma gagnvart sko Vestfirðingum í Reykjavík, þessi svona stórir hópar sem að komu. Og þetta er vandi sem alltaf verið. Og sveitafólkinu sem kom almennt í Reykjavík á stríðsárunum. Sko. Já. Og bjó í bröggunum og komst ekki alveg inn í samfélagið og var í jaðrinum og þar voru verið að eitthvað svona grátt hagkerfi sem að gildi. Já, þetta var skríll. Já. Og ég meina svona er þetta, en við vitum líka þegar að þessi svona stéttaskipting og þessi svona jaðarsetning að þeirra bætist ofan á ólíkt trúarbrögð og ólíkt litræft að þá verður vandinn líklega meiri allavega getur sagt það og þá segir eitthvað sem að var nýra stöðli ég veit þetta allt saman og það er einmitt það sem ég er að segja sko. Ég er að segja við skulum reyna bara að fresta þessu við skulum ekki eins lítið af þessu og mögulegt við höfum gert of mikið af þessu það eru of margir við laðum bara færri hvað sem myndur segja við þessu rögg Ég er alveg sammálaður, þetta er vandinn eins og þú ert að lýsa. Já. Og ég finna auðvitað ættu að vera, þú veist, eigum við að gera eitthvað og svona. En eigum ekki að gera þetta bara í smærri skömmtum. Já, einmitt. Sko ég held að auðvitað þarf að vera, þú veist, auðvitað þarf fólk að fara lögum og reglum og það þarf að vera einhver svona lágmarksstjórnun á því á sko bara landsins gæðum og fólksfjölda og annað. Ég held að það gerist nú alveg mikið að sjálfu sér. En sko málið er auðvitað það að okkur, ef það væri ekki fyrir innflytjendur á Íslandi, þá væri okkur náttúrulega bara að fækka, við vitum það öll. Þannig að okkur eigum að vera að banna fólki að koma til landsins ef við þurfum á því að halda til þess að bara okkur fækki ekki og við verðum bara endum öll á elliheimili og það verði ekkert ungt fólk til að taka við landinu. Það getur sagt að það er bara betra þá að takast á við það og bara fækka. Já. Ég heyrði ekki betur en að rök nafnaðins, Mássonar, fyrir því að tengja barnsfæðingar og innflytjendur var einhvern veginn á þá verun að við þurfum að fá færri innflytjendur til þess að við finnum hvatan fyrir okkur til þess að eignast börn, líklega til þess að sinna okkur í ellinni eða sinna túristunum. Ég næ ekki alveg hvernig hann hugsaði þetta, en hann stilti svo raunverulega þannig upp. Já, það er frábær hugmynd, en það er bara ekki að gera, þú veist, þetta er búið að vera þetta er þróunin í heiminum, að þegar samfélög verða því meira velmegandi sem þau verða, þá fækkar barnseignum. Það er ekkert, þú veist, það er bara, þú veist, og líka meðal innflytjenda. Ég veit að eitt af þessum líka við meðal innflytjenda. Það er oft talað eins og að innflytjendur eignist fleiri börn og annað slíkt. Það er eiginlega allstaðar og það er líka við Afríku til dæmis að í þorpunum að þá getur systkinahópurinn verið eins og var hér kannski á 19. öldinni, kannski 12-16 manns, svo þegar þau flyttið í borgina. Þá gerist það bara á 1-2 kynslóðum að sko systkinahópurinn komin í 1 eða 2. Þetta er bara það gerist allstaðar. Þetta er ekki bundið sko kynþáttum þetta er bara bundið efnahag og samfélagsgerð. Þetta er þú veist þegar að barnadauði minnkar og þegar að fólk lifir lengur og þegar að börnin komast af legg þá er ekki ástæða til þess að eignast svona mörg börn. Þetta er nú bara mjög einfalt dæmi sko. En sko já, þú veist, eigum við að til að svara spurningunni, þú veist, ég veit ekki hvernig ég get svarað þessar spurningu. Ég meina, við þurfum auðvitað að hafa eitthvað balans í hlutunum. Það segir sig sjálft í sjálfu sér, en ég held að sko
það óumflýjanleg staðreynd að hér mikið af útlendingum, ekki talað að 1/5 landsmanna séu útlendingar í dag. Og rúmlega það á vinnumarkaði því það herri atvinnuþátttakans. Já, auðvitað. Og það ekki, við getum ekkert afneitað þessu bara. Þetta er búið að gerast. Og svo þegar við að tala sko að svo náttúrulega eitt sem sko gert svo mikið í þessari umræðu sko, það höfðað til þjóðerniskendarinnar. Það segja, við erum að fara að tapa gildunum okkar og menningunni okkar og allt það sko. Sko menning auðvitað bara fólkið sem í landinu og ef að samsetning samfélagsins allt önnur, það bara verður til önnur menning. Það bara, þú veist, hvernig ætlar að láta það ekki gerast? Það ekki hægt. Og það að halda í, þú veist, þetta svona íhaldssemi, þetta bara pjúra íhaldssemi. Það að halda í einhver gömul gildi og gamla hluti og gamlar hugmyndir og allt þetta. Það bara, þá ertu bara ekki að fylgja sem sagt, tímanum. Þá ertu bara að dragast aftur úr. Og íslensk menning byggð á svona keltnesku ritun á norrænni menningu, þannig að við erum eiginlega steypt saman. En ég veit ekki alveg hvort að fólk að meina svona menningu þarna í svona stóru samhengi, sko. Af því að ég held að þú skoða það að þá öll, sko, ef við tökum íslenska tónlist og mikilvægi innflytjenda inn í að kveikja hana og ég bara áhrif Dítir Ross á íslenska myndlist og þú veist, þannig ég held að í slíku samhengi getur enginn andmælt í það, því er bara gott að fá inn áhrif og það verða stórkostleg áhrif sýrlendinga á íslensk bakari og við höfum eftir að fara að borða baklava og ég meina vinsælasti maturinn í Englandi tikka masala og þannig að það sem ég velti fyrir mig hvað fólk að meina, hvort það sé ekki frekar þannig að fólk til þess að líða vel í hópnum, að fólk hlægi að bröndornum mínum og hafi svona þú veist að því að margt í þessu sem að við höfum svona fínans sem að og ég held að það sé bara í eðli mannsins að finna það mjög fljótlega hvort það svona meðal sinna eða hvort það þurfa að vera þú hefur lengi verið útlendingur í New York og þú ert aldrei alveg inni Nei. Og það óttið við það að ég heima á Íslandi og allt inni finnst mér eins og ég sé ekki alveg inni ég vil það ekki Nei. Algjörlega og ég held að það sé sko enda sko held ég að enda þetta ofsalega mikil áróður sko, þetta með þjóðerniskendina með menningan og þetta sko og ég held að fólk sé ekkert endilega ég held að þorra fólk sé svona pínu sama það eins og þú segir sko, þú veist að kaupir það erlend áhrif og allt það sko en það auðvitað náttúrulega fyrst farið í tungumáli sko, það var myndað tungumáli ég vil geta tala tungumáli mitt í landinu mínu það er bent á það sko og þarna komum við að því sem þú talaður áðan að fólk kemur illa fram við þjónustufólk sem að tala ekki tungumáli sko og þetta, þú veist, að líða vel með fólki sem að þú hefur svona átt samleið með, það auðvitað bara mjög mannlegt. Sjáðu bara fermingavislur, þú sér það að raða sér eftir ættunum og það af því að náttúrulega fólk kannski ekki sést lengi og við flyttast, en hluta til þetta sem ég að tala að það bara hlegið af þessu bröndur þarna meginn, sko. Algjörlega. Og það er bara, ég held að það sé bara mjög mannlegt. Hins vegar, þá ætti það ekki að vera sko, það að það komi inn, þú veist, eitthvað nýtt fólk með öðruvísi menningu, með öðruvísi brandara, með öðruvísi skilning á lífinu og svo framvegis. Það þarf ekkert að ógna mér. Og ég þarf ekkert að skipta mér að því. Þú veist, mér bara alveg sama. Þú veist, bara vertu velkominn. Þú talar annan tungumál ég og þú horfir ekki á fótbolta og ef þú væri öruggur í einskinni þá ætti þetta ekki að rókna. Borðar þessi matinn ég og það er bara allt í lagi. Mér er alveg sama. Og það er þetta sem er svo mikið vandamáli sem er það að það er verið að fólk búið að það er að ýta upp þeim tilfinningum að við þurfum, ef við erum ekki öll eins, þá er eitthvað að. Ef við erum ekki öll eins, þá getum við ekki lifað í sátt og samlyndi. Við getum bara mjög vel lifað í sátt og samlyndi þó við séum ekki öll eins. En þá þurfa, og þetta, ég held að, ég lít svo mikið til íhaldsseminar sem að byggir á
valdinu sem byggir á því að þú veist að hér er ég búin að vera, ég og mín fjölskylda við erum búin að vera hér í 100 ára, við eigum þetta, ég á þetta, ég má þetta, við eigum þetta land, við viljum hafa það eins og við viljum og við viljum ekki að þú breytir því. Og þarna er þú veist, þessi ofsalega íhaldssemi að halda í gömlu gildin, sama hver þau eru, hvort sem þau eru góð eða slæm, ég veit ekkert það, og lúffi ekki fyrir einhverju nýju sem er að koma inn, en það hlýtur að vera vont fyrir okkur. Og sem er kannski hægt að halda því fram að væri aldrei hægt því að þú ætlar að halda einhverju gömlu og leyfa því ekki að breytast og þá deyrir það bara í höndunum að þér. Já. En það er líka að þú ert að tala um íslenskuna og það er stundum kemur það fram eins og innflytjendur séu að eyðileggja íslenskuna, en ég held að allir sem að hafa einhverja innsýn inn í þróun tungumála, að það er miklu frekar það að æskan okkar og fólk langt frá myndir aldrei lifir bara ekki meira en að hálfu leyti í amerískum menningarheimi, það sem er enska töluð. Og maður heyrir þetta á yngra fólki þar er leikur við að segja þýða íslenskuna sína. Það leggur fram eitthvað íslenskt hugtak og lætur enska fylgja með. Já, og það hefur ekkert með innflytjendur að gera. Sko. Og þar landi fer maður að trúa því að fólk sé raunverulega að hugsa á ensku og þýða yfir íslensku. Algjörlega, sko. Sem þá bara deyr íslenskan, sko. Algjörlega, engin spurning, sko. Hvert tungumál er sjálfstæður heimur. Já, þetta eru allt önnur áhrif, sko. Þetta eru bara global áhrifin frá sameiginlegri, þú veist, menningu sem á sér, menningu aftur sem að spýtist yfir allan heiminn, sko, í gegnum sjónvarpkvikmyndir og núna internetið, sko. Herðu, en sumir horfðu á þennan fund þarna á Austurvelli sem svona áfanga, það verður kannski að fara inn. Það var á svipuðum tíma þá var að birtast skoðanakönnun á Gallup fylgi flokkana. Og maskína búið að byrta áður og ég sé ekki að þeir flokkar sem hafa helst svona verið að tipla í kringum útlendinganduð séu eitthvað að auka fylgi sitt. Nei, það er mjög áhugavert og minnist á það, sko, því að mér skilst að í aðdraganda síðustu alþingiskosninga þá voru þarna 2 flokkar sem að keyrðu svona á þessari útlendinganduð. Ég held að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn hafi talið að þetta yrði stóra málið. Já. Og flokkur fólksins líka held ég. Hann passa sig að vera þarna að vera ekki skilin eftir ef þetta myndi gerast. Já, en ég held að sko bæði, nú, þú veist þetta örugglega betur en ég, það var gerð eitthvað skoðanakönnun, þar sem kom í ljós að fólki var alveg sama. Og þess vegna dró, held ég, Sjálfstæðisflokkurinn og flokkur fólksins sig algjörlega út úr þessu umræðu og það var eiginlega bara Miðflokkurinn og þarna þjóðar þarna eitthvað sem að hélt þessu til streitu og þeir töpuðu á því, sko, sem sagt, og þessna, sko, eins mikið og við erum að tala um þetta og vekja athygli á þessu og að þetta sé álegt mál og sem þetta þá held ég líka að þetta sé ekki jafn stórt og við kannski höldum. Ég held að, en það er full ástæða til að hafa varan á, en þess að við sjáum bara hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Það hélt enginn að hlutirnir gætu farið svona rosalega á hliðina þar. En við erum nú ekki þar sem betur fer. En sko, það er miklu meiri víðsýni í heiminum almennt og hér. Það er einhver hægri sveifla í gangi, svona öfgahægri sveifla, víða. Það er óumflýjanleg staðreynd, held ég. En ég held að sko að það sé, ég held að sé svona viðbrögð við auknu umburlendi og auknu frelsi og aukinni vitund. Þá held ég að það sé svona, þetta er svona spark tilbaka. Ég held að það er nauðsynlegt að mæta því af festu, að sýna fordómum og hatri ekki umburlendi. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að láta það ekki sem vindum meiri þjóta. En ég held að það hjálpi okkur samt ekki og það hjálpar eiginlega aldrei neinum málstað að vera í skotgröfunum, sko. Og það er mjög erfitt hérna. Þannig að þetta er óbúslega svarthvítt mál, sko. Það er ómikið að hælisleitendum hérna, þá ættu taka bara umræðu það? Ég? Já. Nei. Þú vilt ekki mæla með því ef ykkur segir það er ómikið að hælisleitendum hérna og þú vilt ekki kalla hann rassista? Þú vilt bara ræða það, hvað ég var að hafa marga? Já. Það er einmitt, sko, af því að það er svo mikið af svona einhverjum svona, það er svo mikið af alls konar hlutum settir fram
staðhæfingum og ég held að sé bara mjög mikilvægt að spurja hvað meinar með því? Hvað þá? Hvað viltu gera? Hver er staðan raunverulega? Af því að þetta er akkurat svona mál sem er svo rosalega hætt við að upplýsingaóreiðan verði algjör. Það er bara eitthvað sagt og það verður að einhvern sannleik og fólk trúir því bara og gengur út frá því. Og þú leikur líka áherslu á að þó þetta sé áberandi núna kannski í umræðinni að þá vitum við ekki alveg hversu mikil stuðning þessi sjónarmið hafa sem voru verið að flagga á Austurvelli. Ég held ekki. Við vitum það ekki alveg. Það var ein könnun sem að koma finnst að vera of mikið of lítið eða passlega mikið af hælisleituðum Íslandi. Mogginn tók það, ég held að Maskín að vinna það fyrir, ég man ekki alveg hvernig orðalagi á spurningunum var, það verður kannski fróðlegt. Það virtist vera svona að það væri of mikið, það hefði meiri stuðning núna heldur en var kannski fyrir 5 árum. Já. En það náttúrulega hafa komið hingað 5.000 manns frá Úkraínu til dæmis. Og það komu hátt í 2.000 manns frá Venezuela. Ég held að þau nú verið að reyna að senda eitthvað því fólki tilbaka. Þannig að sömuleyti hefur verið gríðarlegt álag á öllu þessu kerfi. Expending. Það hefur óbúrslega mikið útlendingum komið hérna á skamum tíma. En andúðin beinist bara gagnvart Palestínumönnum, fólki frá Sýrlandi. Já, langmest. Og það bendir til þess að það er svona rasísk taug í þessar afstöðu. Já. Það er svo og það er svo sterk þessi hugmynd í okkur að eitthvað sem er öðruvísi að hann sé á einhvern hátt vandamál. Og þetta er í opinberri stefnu, maður heyrt utanríkisráðherra allavega fyrrverandi segja að við ættum að vinna með svona, hvað er þetta kallað? Like-minded nations sem er svona tala um það að það sé svona Evrópa og Norður-Ameríka og Kanada og kannski Ástralía en ekkert of mikið austarlega og alls ekki mjög sunnarlega. Herðu, Snorri, það er gaman að fá því hérna svona sem almenna borgara að koma að ræða þetta. Þetta er náttúrulega mál sem að mér finnst að eigi vel heima þar. Þetta er fínt að hafa sérfræðinga og fínt að hafa fólk með skoðanir í þessu, en ég held þetta sé svona mál sem að hentar í bara rólindislega umræðu í heitum potti. Já, einmitt. Herðu, gerða það ekki. Svoleiðis. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja hana heim sem er síbreytilegur, næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is